Það er ekki komin áfram í fótbolti.net bikarnum, hvernig er tilfinningin? Hún er bara nokkuð góð. Við hefum satt vilja spila aðeins betur en þetta kom fyrir rest. Þeir voru helviti erfiðir, Magni. Hvernig var að spila hann leik? Þetta var bara mikil barátta sko og við þurftum aðeins að matcha það og byrjum hægt en komum okkur svo inn í þetta. Fengum mark á okkur í fyrri en náðum að, klára þetta í seinni. 0-1 undir í hálfleik sanngjarnt? Já, ég myndi segja það. Bæði lið fengum mörg færi og hefðu getað skorað fleiri mörg sko, þannig að, já. Breyttuð þið miklu í hálfleik? Nei, við breyttum ekki miklu. Við bildum svo sem bara pressa aðeins meira. Við varum ekki búin að setja nóg mikið á það og það reyndist vel. Jafnið þetta og svo kemur þú liðin yfir, farðu aðeins yfir þetta mark með mér. Já, ég er ekki mikið fyrir að skora mörkin sko. Ég held að búin að spila 124 leiki og þetta var 4. markið þannig að, en já, fékk boltan þarna út eftir hornspyrnu og já, sett hann bara innanfótar, svona nánast upp í skeytin, ekki alveg en jú, frábær tilfinning bara. Besta markið á ferlinum? Alveg klálega. Varstu alltaf bara viss leið og hitti boltan? Já, svona nokkurn veginn. Það leit vel út, alveg frá upphæði. Eftir þetta, hvernig svona leiðir? Var þetta bara komið þetta, varstu það? Nei, alls ekki sko. Þeir lágu dálítið á okkur eftir þetta en svo fyrir rest og náðu að skora þriðja og þá var þetta komið. Komin áfram í þessari keppni. Hvernig er að sprjóta upp tímabili með svona auka leika hvernig? Það er bara nokkuð gaman sko og við viljum ná langt í þessu bikar þannig að það er gott að, ná þessu sigri. Einhver óskamótari, grannarnir kannski? Já, alveg klárlega. Við viljum Tindastól. Takk fyrir þetta, til að mikið. Takk svo leiðis.